Það sjöttilegur húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar og það bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin til umfjöllunar húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar sem áður var liður 1 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 2. febrúar 2023 og liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 25. janúar 2023. En hér sem sagt lögð fram endurskoðuð tillaga að húsnæðisáætlun fyrir Akureyrarbæ árið 2023 til 2032. Skipulagsráð leggur til að framlögð húsnæðisáætlun verði samþykkt með þeirri breytingu að gert verði ráð fyrir að félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélagsins verði árlega 5% af nýju húsnæði og að hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði árlega 30%. Telur skipulagsráð húsnæðisáætlun því vera í samræmi við rammasamnings ríkis og sveitarfélaga aukið framboð íbúða 2023 til 2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Við leggjum hér fram tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að hefja samtal við ríki og húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerð rammasamnings húsnæðisuppbyggingu. Aukið framboð íbúða á árunum 2023 til 2032. Við erum líka með bókun, en meirihlutinn fagnar því að í húsnæðisáætlunni sem nú lögð fram séu markmið að 5% af nýju húsnæði verði félagslegar íbúðir og 30% hagkvæmt húsnæði sem rímar við markmið ríkisins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun og gert hefur verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Láru Halldóru fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir. Þetta var jafntefli eiginlega, sko. Já. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég í heildina ánægð með vinnuna í kringum þessa húsnæðisáætlun og tel ég rammasamning sveitarfélaga og stjórnvalda húsnæðisuppbyggingu hafa gert umræðuna markvissari og aukið samstarf við húsnæðis- og mannvirkjastofnun til bóta. Mig langar að nýta tækifærið og hrósa innanríkisráðuneytinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og húsnæðis- og mannvirkjastofnun fyrir vinnuna sem meðal annars fólst í talningu á húsnæði í byggingu, fundum með sveitarfélögum og aðgerðaáætlun sem hefur það að markmiði að tryggja fjölbreytt húsnæði fyrir alla hópa og einfalda skipulagsvinnu og húsnæðisáætlanagerð sveitarfélaga. Þetta vegferð sem við erum rétt að hefja og því alls víst að vinnan verði markvissari ári þegar til dæmis hefur verið fundið út úr því hvernig hægt sé að samkera biðlista eftir hagkvæmu eða félagslegu húsnæði til að fá nákvæmari sýn á stöðuna. Eftir að við samþykkjum þessa húsnæðisáætlun sé ég ekkert því til fyrirstöðu að við hefjum samningaviðræður við ríkið undirskrift rammasamnings og að við tökum þá undir þau skilyrði sem Reykjavíkurborg sett inn í sinn samning sem til dæmis lúta að endurskoðun og skilyrðum hlutdeildarlána, samkerslu á biðlistum, einföldun í skipulagsferli og aðkomu ríkis að breytingum á húsnæði fatlaðra. Ég held að þetta sé allt atriði sem við getum tekið undir. Varðandi húsnæðisáætlunina sjálfa þá hef ég nokkrar áhyggjur af húsnæðisframboði árið 2023. Það fjöldi nýrra íbúða sem verður tilbúna til sölu á árinu. Það þá ekki sama talningu á íbúðum sem verður úthlutaði gegnum lóðaframboð. Þannig að en 2024 lítur svo mun betur út en koma verður í veg fyrir í framtíðinni að það myndist ekki svona, sem getur kallast kannski lægð í markanum sem verður á þessu ári.
Í umræðinum húsnæðisáætlun 2022 í bæjarstjórn í fyrra ræddi ég skort á einbýlishúsalóðum þar sem engar slíkar voru í auglýsingu þá og ekki gert ráð fyrir en 2024. Þær áætlanir hafa ekkert breyst og velti því fyrir mér hvort við hefðum mögulega átt að flýta lóðaúthlutunum einbýla í Móahverfi, en þá hefði þurft að bregðast mun fyrr við. Við þurfum að passa upp á að missa ekki einstaklingsmarkaðin alfarið út fyrir bæjarmörkin og einblína aðeins á verktakabransan. Af því húsnæði sem áætlað að vera úthlutað eða byrja framkvæmdir á árinu 2023 þá 78% af því í Móahverfi. Það því mjög mikilvægt að við höldum vel á spöðunum og skora ég á formann umhverfis- og mannvirkjaráðs bæjarfulltrúa Andra Teitsson að vera mjög vakandi yfir hvernig hönnun og framkvæmdi við Móahverfi fleytir áfram þar sem hann kom upp á bæjarstjórnarfundi þann 17. janúar síðastliðinn og talaði að framkvæmdu þar gæti seinkað og erfitt yrði að ýta á eftir þeim framkvæmdum. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Sunnu Hlín fyrir, bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, húsnæðisáætlanir sveitarfélagana, þær eru ákaflega mikilvægar því þær draga fram mynd af því hver staða húsnæðismála í sveitarfélaginu, greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja fram áætlun hvernig sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila bæði til lengri og skemmri tíma. Markmiðið því sannarlega ekki léttvægt enda húsnæðisáætlun ætlað að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimilana. Við þekkjum það ágætlega sem að hér sitjum að það til þess að skapa heilbrigðan húsnæðismarkað á Íslandi þá mikilvægt að hið opinberi í heild sinni standi sig og á það bæði við ríki og sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum. Í gildi eru lög húsnæðismál en tilgangur þeirra meðal annars að stuðla því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Til þess að tilgangur lagana verði náð þurfa sveitarfélög að greina stöðu húsnæðismarkaðar innan sinna marka og setja sér áætlun með hvað hætti þeim máli skuli háttað. Í lögum húsnæðismál nr. 44 frá árinu 1998 í 5. grein segir að sveitarstjórn beri ábyrgð á og eigi að hafa frumkvæði að því að leysa húsnæðisþörf þess fólks í sveitarfélaginu sem þarfnast aðstoðar við húsnæðisöflun. Í reglugerðum húsnæðisáætlanir sveitarfélaga sem fylgir umræddum lögum en reglugerðin nr. 1248 frá 2018 einnig kveðið á að öll sveitarfélög skuli gera húsnæðisáætlun til 4 ára í senn og þær skulu uppfærðar árlega með tilliti til breytingar og þróunar sem orðið hafa á forsendum hennar á milli ára. Við greininguna þá skuli meðal annars skoða framboð og eftirspurn eftir mismunandi tímum, búsetuformum og hvort að jafnvægi ríki á húsnæðismarkaði. Þá skal meta þörf fyrir húsnæði til að mæta þörfum einstakra hópa, svo sem fatlaðs fólks, aldraðra, tekju- og eignaminni og námsmanna auk húsnæðisþarfar á almennum markaði. Þá kemur fram að sveitarfélög skuli tryggja að húsnæðisáætlun sveitarfélagsins sé í samræmi við gildandi fjárhags- og skipulagsáætlanir sveitarfélagana og eftir atvikum aðrar áætlanir sem hafa áhrif á þróun húsnæðismála. Uppfærðum húsnæðisáætlunum skal síðan skila til HMS eigi síðar en 1. mars ár hvert, þannig að við eigum líklega einn bæjarstjórnarfund eftir fram að þeirri tímasetningu. Það mikilvægt að gerð húsnæðisáætlana sé gott samstarfsverkefni innan stjórnsýslu sveitarfélagana með aðkomu félagsþjónustu, skipulagsyfirvalda, fjármálastjóra og umsjónaðila fasteigna sveitarfélagsins eða byggingafulltrúa. En það kemur jafnframt fram í 1. grein þeirra reglugerðar sem ég vitnaði í áðan að sveitarfélög sem mynda sameiginlegt atvinnusvæði eða þar sem aðrar aðstæður mæli með skuli jafnframt gera sameiginlega húsnæðisáætlun fyrir svæðið. Með sameiginlegu atvinnusvæði átt við landfræðilega nálað sveitarfélags í þannig að íbúar eins sveitarfélags sæki með auðveldum hætti atvinnu í nágrannasveitarfélagi. Vegna þessara reglugerðar og þessara kvaða vil ég bera upp svohljóðandi tillögu. Akureyrarbær mun formlega óska eftir samvinnu við þau nágrannasveitarfélög sem teljast mynda sameiginlegt atvinnusvæði gerð sameiginlegra húsnæðisáætlunar fyrir svæðið í samræmi við 1. grein reglugerðar húsnæðisáætlanir sveitarfélaga nr. 1248 frá árinu 2018. Þá vil ég jafnframt leggja til áður en húsnæðisáætlun endanlega samþykkt
verði lögð fram í henni sérstök greining fyrir Hrísey og Grímsey. Slíkt gera sum fjölkjarna sveitafélög, en dæmi má nefna að í húsnæðisáætlun Ísafjarðarbæjar lögð fram sérstök greining fyrir Flateyri, Ísafjörð, Suðureyri og Þingeyri og í húsnæðisáætlun Múlaþings lögð fram sérstök greining fyrir Borgarfjörð Eystri, Djúpavog, Egilsstaði og Seyðisfirði. Við sem sitjum hérna í bæjarstjórn erum oft minnt á að við eigum það til að gleyma sérstöðu eyjanna okkar tveggja og tel ég mikilvægt að í húsnæðisáætlun sé sérstaklega gerð greining á stöðunni þar. Ég ber því upp eftirfarandi tillögu, bætt verði við húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar sérstök greining fyrir Hrísey og Grímsey. En aðeins að þessari húsnæðisáætlun þá sjálfri. Það áhugavert að sjá í húsnæðisáætluninni að gert sér ráð fyrir því að alltaf 15% íbúða í bænum séu eigu fjárfesta, félagasamtaka eða annara sem ekki eru með skráðu lögheimili á Akureyri. Ég veit ekki með að við aðstæður í dag hvort að rétt sé að gera ráð fyrir því að þetta hlutfall muni eiga við allar nýjar íbúðir sem byggðar veri nú en þá hefur líka eftir að koma í ljós. Það getur þó verið eitthvað misjaft en það oft þessar íbúðir frekar miðsvæðis en það ekki þó í öllum tilfellum. Hins vegar væri vissulega heppilegt að fá fram þessar upplýsingar, bæði fyrir okkur sem sveitafélag en líka í samanburði við önnur sveitafélag. Og ég myndi gjarnan kjósa að Akureyrarbær myndi óska eftir því að fá staðfesta tölur í þessu samhengi en við eigum ekki staðfesta tölur nema síðan árið 2017 þar sem að talan var 11,4% en það ýmis rök sem að má mæla fyrir því að áætla að það geti verið eins og kemur fram alltaf 12-15%. En það ýmislegt sem ég einstaklega ánægð með í þeirri húsnæðisáætlun sem að liggur fyrir nú og þá til dæmis við að leigu- og búsetaréttu íbúðum sem rekin af neytendafélögum án hagnaðarsjónarmiða verði skilgreindur forgangur og dreifist sem mest milli svæða. Þá ánægilegt að sé horft til þess að minnka neikvæð áhrif á notkun einkabílsins á umhverfið og lögð sé áhersla á þéttingu byggðar og endurnýting vannýttra lóða á svæða. Í húsnæðisáætlun lögð fram markmið hagkvæmar íbúðir samkvæmt markmiðum rammasamnings ríkis og sveitarfélaga íbúðauppbyggingu á árunum 2023 til 2032. Og það í mínum huga sannkalla fagnaræfni og ég vil fá að þakka bæjarstjórn sérstaklega fyrir það samtal sem og skipulagsráði sem að leiðir okkur að þeirri niðurstöðu að félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélagsins verði 5% af nýju húsnæði og hagkvæmt húsnæði og viðráðanlegu verði 30%. Það gætu margir haldið því fram, kannski ekki síst eftir fyrri umræðu hér á bæjarstjórnarfundi að við séum alltaf ósammála og alltaf í sikuru horninu og í snjókasti. En til að mynda í þessu tilfelli þá upplifi ég að minnstakosti að vel hafi verið hlustað á það sem að minnstakosti ég lagði áherslu á í þessari húsnæðisáætlun og það ekkert alveg sjálfgefið og það stórkostlegt þegar okkur tekst að vera kannski ósammála á einu sviði en sammála á öðrum og ná þannig að vinna eins vel og kostur í samræmi við okkar samt eigin sannfæringu. En þessi ákvörðun þýðir að samkvæmt fyrirliggjandi áætlun að 10 íbúðir á ári bætist í flokki félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélagsins og 59 íbúðir árlega í flokknum hagkvæmt húsnæði og viðráðanlegu verði ef við horfum á miðspána sem að lögð eru fram. Ég hef samt auðvitað áhyggjur af biðlista og reyndar líka hef ég áhyggjur af gögnum vegna biðlista en þá ef við skoðum þá greiningu sem að liggur fyrir okkur hér í dag að þá eru helst til margir sem að bíða eftir úrræði og þjónustu sveitarfélagsins. Við vorum nú reyndar að fá uppfærð gögnum það sem ég var ekki með hérna. En það eru, ef ég man rétt, já, það eru 231 sem að samtals býður eftir félagslegri íbúð, almennri leiguíbúð fyrir tekju og eignarlága eða sértæku búsetuúrræði og biðin getur verið alltaf 4 ár. En þess ber reyndar að geta í einhverjum tilfellum að því að við erum að tala um 3 biðlista, þá gætu einhverjir verið á báðum eða jafnvel öllum biðlistunum, þannig að við vitum samt ekki alveg nákvæmlega töluna, en enga síður þetta allavega þá hámarkstalan með við í dag. Og það sem ég ánægð með að það sé stefnan að saxa á þessa stöðu.
En enga síður ef við tölum bara þessa tölu með öllum fyrirvara að það gæti verið villur í henni og auðvitað skiptir rosalega miklu máli að fara að fá almennileg gögn til þess að vinna með, að, að þessi tala sé orðin 180 árið 2032. Að sjálfsögðu þessi áætlun bara áætlun og það getur ýmislegt breyst á þeim tíma sem að framundan en ég tel mikilvægt að við leitum allra leiða sem hægt til þess að reyna að finna leiðir til þess að þetta verði ekkit endilega staðan árið 2032. En samkvæmt 5. grein laga húsnæðismál þá berum við hér í bæjarstjórn ábyrgð á því að leysa húsnæðisþörf þessa fólks og okkur ber að hafa frumkvæði að því að leita leiða. Til þess að við getum borið þá ábyrgð sem okkur ber hér í bæjarstjórn, þá skiptir þetta sköpum að hafa rétt og greinargóð gögn stöðu mála. Það kom mér að minnsta kosti verulega óvart að sjá í þeirri húsnæðisáætlun sem samþykkt var í fyrra að núverandi rými sveitafélagsins þá fyrir félagslegt leiguhúsnæði í eigu sveitafélagsins eða sem sveitafélagi framleiði til skjólstæðinga félagsþjónustunar væru þá 239 en samkvæmt áætluninni nú aðeins 216. Og þar, ef ég að skilja rétt þær ástæður sem eru fyrir því að þá hafi verið taldar íbúðir sem ekki voru nýttar af skjólstæðingum félagsþjónustunar heldur sem í rauninni starfsmanna aðstæða. Þannig að þeim fækkar einhvern veginn í gögnunum úr 239 niður í 216 og það kemur auðvitað óvart að síðan félagslegum íbúðum hjá bænum hafi fækkað 2 án þess að þeim sé síðan bætt við annar staðar. Vegna þess að sjálfsögðu getur vel verið að þurfa að selja húsnæði en ég veit ekki hvers vegna þetta reyndin. En það væri bara gott að fá kannski upplýsingar frá fulltrúa meirihluta hvers vegna þeim hafi þá fækkað þessar 2 og hvort það standi til að bæta þeim við. En eins og ég segi, ég fagna þeirri samvinnu sem að hefur átt í stað vegna húsnæðis áætlunarinnar og ég hef lagt hérna fram 2 tillögur og ég vil líka fá að lesa bókun sem að ég myndi vilja bera upp fyrir hönd mín, Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur hjá Vaflista, Sunnu Hlín Jóhannsdóttur B-lista og Gunnar Má Gunnarsson B-lista. Við viljum fagna því sérstaklega að í húsnæðisáætlun nú sé gert ráð fyrir því að 5% af nýju húsnæði verði félagslegar íbúðir á vegum sveitafélagsins og að hagkvæmt húsnæði á viðráðanlegu verði verði 30% af nýju húsnæði. Hins vegar mikilvægt að leita allra leiða til að gera betur því nú bíða allt að 231 einstaklingur eftir félagslegri íbúð, almennri leiguíbúð fyrir tekju og eignalága eða sértæku búsetu úrræði og getur biðin varað alltaf 4 árum. Árið 2032 gert ráð fyrir því á þessum biðlista gætu orðið alltaf 180 einstaklingar sem þó enn allt of mikið. Þessar tölur eru þó setta fram með fyrirvara að ekki séu til nákvæmar tölur á biðlistum og að í einhverjum tilfellum gætu sömu einstaklingar verið á fleirum en einum biðlista samtímis. Mikilvægt að gerðar verði úrbætur á nákvæmni þeirra talninga sem við vinnum með í húsnæðisáætlun, ekki síst til að auka líkurnar á að hún gagnist okkur við stefnumótun sveitafélagsins. Þakka bæjarfulltrúa Hildi Jónu Gísladóttur fyrir, bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja bara að þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna undan og Lára Halldóri fyrir þessa kynningu á málinu. Við getum vel verið sammála mikilvægi þess að sveitafélag gerir sér stefnu í húsnæðismálum og til lengri og skemmri tíma. Og gerð húsnæðisáætlana samstarfsverkefni nokkura sviða og ég held að það sé partur af því að gera þetta pínu flókið og við erum öll í einhverju lærdómsferli. Þetta ekki langt síðan þetta byrjaði og við erum núna í annarskiptið að mér skilst að gera hlutinni með þessum hætti nákvæmlega. Og þegar bæjarfulltrúa Hilda Jana kemur inn að að gögnin hafa verið að breytast og þá getur við í meirihlutanum ekkert svara því. Við höfum bara verið að fá þessi gögn eins og þið. Þannig að hver ástæðan og þetta auðvitað slæmt á einhverju leyti en það sýnir líka að þessar húsnæðisáætlanir, það ofboðslega
hvað ég var að segja, óvissa í þeim. Það margt þarna sem kemur sem ekkert 100%, þetta áætlun, þetta einhver stefna að gera svona og reyna að vera komin einhvern stað og það snýst að gera sér stefnum að við ætlum að saksa á biðlistana, við ætlum að reyna að halda og einmitt þessum 5% í félagslega kerfinu og 30% hagkvæmnu húsnæði og það kannski stefna sem við getum farið af stað með. Hver akkurat talan verður 2032 eða hvernig við sjáum þetta þróast og hvort þetta akkurat réttala kannski pínulítið aukaatriði að svo komnu máli. Þá ég ekki að segja, ég alveg sammála að það væri rosalega gott að vera bara með öll gögnin pottþétt og þetta fer held ég vegna þess að einhvern tíma þegar við byrjuðum 2018 og við vorum nokkur hér í bæjarstjórn þá þá var bara verið að á að gera þetta svona, á að gera þetta hinsegin, á að telja þetta svona, og þess vegna segir við erum bara ennþá kannski í þessu lærdómsferli, við erum að fara að reyna að samræma okkur, þar að segja öll sveitafélög landsins, sem þýðir að við getum einhvern veginn fara að bera saman epli og epli en ekki eins og við erum oft í mörgum málaflokkum ekki að bera saman sömu hlutina. Þannig að leið og ég get tekið undir margt og að þá held ég samt að við séum bara á þeim stað og ég ætla svo ekki kannski alveg að svara vegna þess að þegar bæjarfulltrúi held að hann ber upp þessa tillögur þá bara, já, góð tillaga, skilurðu, gerum við það næst. Við okkur ætlað að skila þessari áætlun núna fyrir 1. mars og við erum búin að hafa þetta til umræði í skipulagsráði og síðan aftur í bæjarráði og nú erum við komin í bæjarstjórn og 1. mars handa við hofnið og ég segi bara, já, gerum þetta en gefum við betri tíma. Góða tillögur, ég held þetta og kannski bara bæjarstjóri betur tilsfallin að ég svara því hvort að það bara gefst tími fyrir 1. mars til þess að koma þessu öllu inn. Það má hins vegar segja líka í þessu að því að ég náði nú aðeins að skoða tillöguna því hún barst í dag og þá fór ég að skoða þessi sveitafélög sem að bæjarfulltrúi Hilda að benda á að síðan gera hlutin öðruvísi. Að stjórnsýslan þar öðruvísi en hjá okkur, hvað varðar Hrísey og Grímsey. Það bara fullnaðarafgreiðslu vald og svo framvegis. Þannig að, og eru kannski jafnvel með skipulags nefndir. Þannig að þetta aðeins öðruvísi, þetta ekki alveg sambarilegt og ég ekkert viss að það myndi bæta miklu við fyrir okkur á þessum tímapunkti að við hendumst í þessa vinnu og reyndum að gera það fyrir 1. mars. Þannig að gefum okkur bara betri tíma. Þetta svona mín breytingatillaga og tillögu kannski Hildu Jönu að ég þessar 2 tillögur sem hún ber upp að það verði bara hafðar í huga við næstu gerð næstu áætlunar. Þökkum bæjarfulltrúi Höllu Björk Einarsdóttur fyrir orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, bæjarfulltrúi Hilda Ina Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi kannski bara bregðast aðeins við. Ég ræddi við allavega skipulagsfulltrúa einmitt varðandi tímaramman og við höfum einn bæjarstjórnarfund til þess að klára þetta þannig að það ætti alveg að nást. Allavega með við þær upplýsingar sem ég hef varðandi Hrísey og Grímsey en ef þið viljið fresta þangað til næst þá bara gerið það. En varðandi hitt, þá það ekkit, skiptir það einhver máli varðandi húsnæðisáætlunina núna sjálfa vegna þess að hún snýr bara það eins og til, já við hinn sveitarfélögin, að tillagan hljómar þannig að Akureyrarbær mun formlega óska eftir samvinnu við þau nágranna sveitarfélög sem teljast mynda sameiginlegt atvinnusvæði gerð sameiginlegra húsnæðisáætlana fyrir svæðið í samræmi við 1. grein reglugerðar húsnæðisáætlanir sveitarfélag númer 1248/2018. Það þýðir ekkert að það þurfa að vera klárt fyrir þessa húsnæðis og verður það ekkert og þarf ekki að vera inn í þessu og í rauninni svolítið annað mál og snýr meðal annars að líka í framhaldinu að mögulega gerð húsnæðisáttmála á svæðinu vegna þess að við vitum það alveg að það bara fjölmargt sem við þurfum að ræða við sem erum á sameiginlegu atvinnusóknarsvæði sem snýr að
kostnaður, hlutdeild, hvort sem að það snýst dvalarheimili eða uppbyggingu á þjónustu eða snýra félagslegu húsnæði eða svo framvegis. Og mér finnst í samræmi við þessa í rauninni reglugerð þar sem að það ekki einu sinni sagt eitthvað gætu skoðað, heldur segi bara skulu gera sameiginlega húsnæðisáætlun fyrir svæðið, að við ættum bara ákveða að hefja þá vegferð í samræmi við þessa reglugerð og eins og ég segi, það getur ekkit orðið klárt fyrir þessa húsnæðisáætlun. Hitt svo bara annað mál hvort að okkur finnist óheppilegt að fresta þessum eitt fund og bæta þá inn, eins og ég sagði áður vegna þess að ég hef heyrt frá svæðunum að fólk upplifi sig út undan, það sé mjög mikil sérstaða, var húsnæðis uppbygging í Hrísey og Grímsey og að gera að minnstakosti grein fyrir þeirri sérstöðu þarf ekki að taka að mínum mati langan tíma en ef það þarf mat hér bæjarstjórnar að það þurfa að taka langan tíma þá bara næst. En eins og ég segi, ég held að hinn tillagan sé ekki tímaþröng heldur ákvörðun í kjölfar í rauninni okkar eigin húsnæðisáætlunar að fara að vinna markvisst í hina. Velkom bæjarfulltrúi Hildi Önnu Gísladóttir fyrir, bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir, gjörðu svo vel, ég var búin að ná bötanum. Já, forseti ágæti bæjarfulltrúi, þakka Gunnari fyrir að hleypa mig fram fyrir það er bara rétt svona aðeins til þess að taka þetta samtala fram, að þú hefur það bara meiri upplýsingar heldur en ég hvort að þetta væri hægt og þá er það algjörlega sásökunarlista minni halva og bara í raun bara fínt að setja sér kafla Hrísey og Grímsey og við ættum þá bara fresta málinu og vinna þá og taka þetta aftur fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi og það myndi nást fyrir hvað hitt var það bara talar algjörlega inn í það að fara við vinna þessum rammasamning og þú veist, ríkt og Reykjavíkurborg gerði þá þú veist einhvern húsnæðissáttmála við sín nágrannasveitarfélög þá myndum við vinna í slíku þannig að já, þá skulum við bara innhenda okkur í það. Já, bæjarfulltrúi þökkum bæjarfulltrúi Höllu Björk kærlega fyrir og bæjarfulltrúi Hildi Önnu Gísladóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar bara bæta örstutt við. Ég geri mig hins vegar grein fyrir því svo ég fari nú alveg rétt með samtal við skipulagsfulltrúa að það verður ekki rými til þess að gera þetta fullu kannski eins og hægt verður að gera skiluru næst. En það verður alveg hægt að hefja þessa vegferð núna með einhverju greiningu þannig að ég myndi ekki áætla að þetta gæti allavega samt orði til þess að það þróist. Þannig að maður myndi kannski ekki setja einhverja kröfur einhverja tæmandi útlistun eða slíkt heldur kannski samt að bara að snerta á því að það séu öðruvísi aðstæður í Hrísey og Grímsey heldur á Akureyri. Velkom bæjarfulltrúi Hildi Önnu Gísladóttir fyrir, bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú ekki trufla þessa góðu umræður húsnæðis áætlunina sem slíka en það held ég að það geti bara vel skipt máli fyrir eigarsamfélögin svona upp á framhaldið ef að ætti að vinna til dæmis með húsnæðis- og mannvirkjastofnun í einhverju uppbyggingu, þannig að það er bara gott að klára þessa umræðu. En ég ætlaði nú svo sem bara að koma upp með hálfgerða hugvekjum í hvaða svona stellingar síðan við þurfum að setja okkur þegar við ætlum að fylgja þessari húsnæðisáætlun eftir. Ég lít auðvitað svo á að með vandaðri húsnæðisáætlun að þá séum við að taka fyrsta skrefið í þessu samstillta átaki sem innviðaráðherra boðaði með undirritun rammasamnings milli ríkis og sveitarfélaga að auka framboð íbúða á árunum 2023 og 2032. Þetta var auðvitað mikil tímamót af mínu viti. Og þessari húsnæðisáætlun þarf að fylgja eftir með metnaðarfullum markmiðum sem bærinn setur sér. Hann setur sér þau auðvitað þau verða ekki öll sýnileg í húsnæðisáætluninni en við þurfum að huga þessu. Þá í fyrsta lagi að vera markmið okkar að íbúðir séu byggðar fyrir alla félagshópa. Þetta auðvitað á að koma skýrt fram í húsnæðisáætlun. Í stærstu þéttbýliskjörnunum er ekkit óeðlilegt að finna ólíka hópa, þar á meðal tekju og eignaminni. Og stærri staðir eru enda alla jafna vel í stakk búnir til að mæta mismunandi þörfum á ýmsa vegu. Og ég held að það eigi svo sannarlega við Akureyrarbæ, það sem íbúar eiga geta treyst því að öll grunnþjónusta sé til staðar og að hún sé aðgengileg öllum.
Og svona við þessa umræðu má bæta að innviðaráðuneytið hefur skipað starfshóp borgarstefnu þar sem undirritaði situr fyrir hönd Akureyrarbæjar ásamt bæjarstjóra og tilgangur vinnunar að efla stærstu þéttbýlissvæði landsins, þar að segja Reykjavík og Akureyri og styrkja samkeppnishæfi þeirra og hlutverk í byggðaþróun landsins. Nú, eitt af fyrirliggjandi verkefnum hópsins að huga að þessum tengslum, það að segja húsnæðismál í félagslegu samhengi og hlutverk borga í þeim skilningi. Það á líka vera markmið okkar að íbúðir séu byggðar á sjálfbæran hátt og að við horfum til umhverfisvænni samgöngumáta í allri uppbyggingu. Við getum náð verulegum árangri í að minnka kolefnisspor okkar með vistvænni mannvirkjagerð og framsýnu skipulagi. En það getur verið dýrt að gera þetta eftir á, bæði fyrir samfélagið og einstaklinga. Og á endanum á það að vera markmið okkar að íbúðir séu byggðar og staðsettar í hverfum þar sem þjónustan í göngufæri og þar komum við aftur að umhverfismarkmiðum en við komum ekki síður að almennum markmiðum búsetugæði og félagslega heilsu og vellíðan bæjarbúa. Og í þessu samhengi vil ég minna á fyrri umræður þegar við bæjarfulltrúar Framsóknar töluðum meðal annars fyrir því að stuðla að því að verslun og þjónusta færist inn í nýbyggt hagahverfi. Við þurfum að gera miklu betur í þessum efnum og það vert að hafa það í huga í dag sem á aðra daga. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Gunnar Má Gunnarssoni fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Andri Teitsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara smá almenn hugleiðing frá mér. Varðandi grunnþarfir mannsins. Þær eru nokkrar, eins og við þekkjum, til dæmis matur, klæðnaður, minnstakosti hérna á norðurslóðum og þak yfir höfuðið. Matur og klæðnaður er seldur í ótal verslunum og þarf enga mikla stefnumörkun eða stofnanir til að tryggja framboðið. Það er nóg til, reyndar allt og mikið, allavega á Íslandi. En maður spyr sig hvers vegna þetta svona flókið með húsnæðið, svona bara að reyna að skilja þetta, hvers vegna þetta gengur svona erfilega og það eru náttúrulega nokkra skýringar að hver íbúð kostar mjög mikið, mikla peninga, þetta eru stórar ákvarðanir að byggja hús og íbúðir, skipulagsferli sem að tekur sinn tíma, getur verið flókið eins og við þekkjum, nú og svo byggingin sjálf tekur tíma, þannig að þetta er samtals kannski 2, 3, 4 ára ferli ef á að fjölga íbúðum og svo er það að sumir kaupa og selja íbúðir sem fjárfestingu og það truflar markaðinn oft og sumir nota ekki íbúðirnar til búsetu heldur sem sumarhús fyrir sig sjálfan eða sem Airbnb og svo framvegis og við sjáum harkaleg áhrif af þessu í Reykjavík sérstaklega. Kúvendingar í lánamöguleikum bæði til einstaklinga og verktaka. Miklar breytingar og núna hefur sú hlið verið á niðurleið, þar sé að hækkandi vextir og þrengt að fyrstu kaupendum og svo framvegis, þannig að þetta veldur harkalegum áhrifum á íbúðamarkaðinn. Og margt af þessu kemur út sem svona einhvers konar tómatsósu áhrif, þar að segja að fyrst gerist ekki neitt og svo gerist allt of mikið. En það er fleira kúvendingar í atvinnumöguleikum og þetta á nú kannski sérstaklega við í minni samfélögum og við þekkjum það að markaðsverð var lágt í jafnvel áratugi í mörgum byggðarlögum á Norðurlandi og allt í kringum landið, ekkert byggt, svo snýst dæmi við, blússandi atvinna og þá bráðvantar húsnæði, til dæmis Blönduós ágætt dæmi þetta. Nú svo er eins og kom hérna fram áðan, það er flókið að reyna að áætla þörfina fram í tíman, nógu erfitt að áætla giska á framtíðina og ef við þekkjum varla einu sinni sko nútíman sem að skeikar þúsundum eins og við þekkjum á þessu dæmi frá í haust þegar að eftir í hver var að telja fólki sem að býr á Íslandi og þarf íbúðir. Svo er að breytt samsetning á fjölskyldum og víða er mikið til af stærri eignum sem að er minni eftirspurn eftir í dag því að fjölskyldumynstrið hefur gjörbreyst, meiri þörf fyrir litlar íbúðir, þar á meðal einstaklingsíbúðir. Þannig að, stuttasvarið, húsnæðismálin eru flókin og tekur langan tíma að breyta kúrs, svona bara eins og risa olíuskipi. Þannig að við höfum ekkert val nema að reyna að skilja stöðuna sem best í núinu, gera góðar áætlanir fram í tíman og breiðast við þörfinni. Og
þessi húsnæðisáætlun sem við erum að vinna með hér í dag er vonandi bara gott tól til þess. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Andra Teitsinni kærlega fyrir orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig, þá berum við upp tillögur Hildi Jínu Gísladóttir til atkvæða. Þær eru svo hljóðandi húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar að Akureyrarbær mun formlega óska eftir samvinnu við þau nágrannasveitarfélög sem teljast myndi sameiginlegt atvinnusvæði gerð sameiginlegrar húsnæðisáætlunar fyrir svæðið í samræmi við fyrstu reglugerð húsnæðisáætlun sveitarfélaga nr. 1248/2018. Þau sem samþykkir eftir pönt. Tillagan samþykkt með 11 atkvæðum. Þá er önnur tillaga húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar að bætt verði við húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar sérstök greining fyrir Hrísey og Grímsey. Þau sem samþykkir eftir pönt. Það samþykkt með 11 atkvæðum. Og þá berum við upp hvort. Fresta ekki bara málunum til næsta fundar. Já, þá frestum við málunum til næsta fundar. Þau sem geta samþykkt það rétt pönt. Það eru 11 atkvæði.